Þá ætlum við að fara í smá hugleiðslu og bæn og þetta verður svona cirka 10 mínútur og fyrir þá sem að vilja þá er bara mjög gott að sitja í þægilegri stellingu. Ef þið viljið þá megið þið líka liggja fyrir þá sem að þykir það þægilegra. Og þetta er svona bæn sem að ég ætla bara að leyfa mínum anda að koma með í flæði og þið megið síðan endurtaka í hjartanu eftir mér. Og þegar við förum í svona slökun og hugleiðslu og við förum í svona bæn að það verður svo rosalega mikil áhrif af bæninni að þetta fyrir beint inn í hjarta. Það er engin gagnrýn hugsun að þvælast fyrir eða neitt slíkt. Og svo opnum við hjarta okkar fyrir heilugum anda og leyfum heilugum anda að vinna þessar breytingar innan með okkur á meðan að við hvílumst og gerum ekkert á meðan. Amen. Já, ég þakka þér Guð að þú bara stýrir núna tungu minni og ég þakka þér fyrir að þinn heilagi andi er hérna yfir, andi lækningar, andi lausnar og andi frelsis. Og ég legg þessa stund og hvert og eitt okkar í þínar hendur, Drottinn. Þú þekkir okkur, þú veist hvað hver og einn þarfnast hér og nú. Og ég þakka þér fyrir að þú ætlar að gera stórkostleg kraftaverk í hjarta okkar, í sálin okkar, í hug okkar og í líf okkar. Og ég þakka þér fyrir að þín hönd, Drottinn, er á hjartan okkar núna. Að þinn stórkostlegi, læknandi umbreytingakraftur er að vinna innra með okkur og í hjartan okkar hér og nú. Og ég ætla að bjóða þér að draga djúpt inn andann og bara leyfa þér að slaka á. Og síðan máttu endurtaka þessa bæn, annarkvort uppátt eða í hljóði í hjartaniðinu, ef þú vilt. Kæri Jesús. Kæri Jesús. Ég trúi því að þú sért Guð. Ég trúi því að þú sért Guð. Ég trúi því að þú lifir í dag. Ég trúi því að þú lifir í dag. Takk fyrir að endurfæða anda minn núna. Takk fyrir að endurfæða anda minn núna. Takk fyrir að fyrirgefa syndi mínar. Takk fyrir að fyrirgefa syndi mínar. Takk fyrir að ég er þitt barn. Takk fyrir að ég er þitt barn. Ég lifi í þínu ljósi. Ég lifi í þínu ljósi. Ég lifi í þínum kærleika. Ég lifi í þínum kærleika. Og ég lifi í þínu frelsi. Ég lifi í þínu frelsi. Alla eilífð. Alla eilífð. Í Jesú nafni. Jesú nafni. Og ég þakka þér, Jesús. Ég þakka þér, Jesús. Þarftu ekki að endurtaka. Og ég þakka þér, Jesús. Og nú megi ég bara endurtaka í hljóði, í hjartan ykkar, að þú dóst á krossi fyrir mig. Og ég trúi því í hjartanu að þú hafir helgað mig. Að ég sé helguð eða helgaður vegna þín, Jesús. Og ég trúi því í hjarta mínu að þegar þú, Jesús, dóst á krossi, þá gerðir mig réttan gagnvart Guði. Ég er réttur gagnvart þér, Guð, vegna þín, Jesús. Og ég tek ákvörðun frá hjartanu að helga mig þér, Guð,
að vera bundin þér, Faðir, þú sem ert á himnum, þú sem ert hjá mér, alltaf. Og ég opna hjarta mitt núna, einlæglega, og ég hleypi þér, Jesús, inn í hjarta mitt, þar sem þú losar alla fjötra syndar, alla fjötra myrkurs, alla fjötra þrælkunar, og ég er frjáls. Og allt sem ég hef verið að gera, sem ég hef ekki viljað gera, í Jesú nafni afhendi ég það til þín núna. Og í Jesú nafni er ég frjáls. Og ég stíg inn í anda minn núna. Og ég lýsi því yfir með þeim krafti, með þeim mætti, með því valdi sem sjálfur Guð almáttugur hefur gefið mér. Ég er frjáls í Jesú nafni. Ég er heilbrigður í Jesú nafni. Ég er friðsæl í Jesú nafni. Ég er djarfur, hugrakkur í Jesú nafni. Og ég er ekki bundin neinu eða neinum öðrum en Jesú Kristi. Halleluja, og þú finnir fjötrana falla af þér. Og það er ekkert illt sem getur snert þig eða komið nálægt þér, að þegar ljósið lifir og býr innra með þér. Að því að ljósið sem er Jesús hefur þegar sigrað allt, er sterkara, máttugara og kröftugara heldur en allt annað í þessari veröld. Hefur læknað alla sjúkdóma. Brotið öll bönd og höft og gefið þér eilíft líf. Og þú opnar hjartað núna og tekur við lífi Jesú Krists í fyllstu gnægð.
yfirflæðandi allsnægtir, yfirflæðandi bikar af blessun og uppskeru frá Guði. Það sem Guð að gefa þér tilbaka margfalt, allt sem hefur áður verið tekið frá þér í Jesú nafni. Af því að uppskerutíminn er núna. Og Guð er að fara að gera eitthvað stórkostlegt og fallegt, eitthvað gott í þínu lífi. Og hann setur blessunin í hjartað þitt, gjöfin í hjartað þitt, af því að hann elskar að gefa. Guð elskar að gera eitthvað fyrir þig, af því að þú ert barnið hans, dóttir hans, sonur hans. Og þegar Guð horfir á þig, þá sér hann allt það fallega og allt það góða í þér. Og þú ert verðugur í hans augum. Og Guð vill að þú væntir ávallt þess besta. Eitthvað gott er að fara að gerast. Ef að síminn hringir, að fyrsta hugsa sig, þetta eru örugglega góða fréttir. Að velja alltaf hugsun sem er full af lífi, ljósi, sem er full af fögnuði og eftirvæntingu. Ef þú fær tölvupóst og þú ert að fara að opna tölvupóstina, þá hugsaðu, þetta er örugglega einhver frábær blessun. Ef þú ert að fara eitthvað í ferð eða að fara að hitta eitthvað, þá hugsaðu, þetta verður örugglega frábær ferð eða eitthvað skemmtilegt eða fyndið er að fara að gerast. Guð gaf þér vald yfir þínum hugsunum. Og lykillinn að því að lifa lífinu lifandi er að velja heilbrigða hugsun sem að þóknast Guði.
þegar Jesús stóð á krossi þá gaf hann þér vald yfir myrkrinu. Og nú ætlum ég bara að biðja að ímynda þér að þú leggist í hvíld Guðs. Þú leyfir hvíld Guðs að fylla hjartað þitt og fylla sálina þína og fylla hugan þinn og líkamann þinn og tilfinningarnar þínar. Og síðan ætlum við bara að liggja þarna eftir þessa litlu bæn. Komdu heilagur andi, umbreyttu mér samkvæmt þínum vilja. Í Jesú nafni. Og þá máttu bara draga djúpt inn andann, segja takk, Jesús. Takk fyrir þessa stórkostlu blessun og umbreytingu. Og opna augun, hægt og rólega ef þú vilt. Þú mátt líka vera áfram í þessu slökunar ástandi. Amen.